Við þurfum að vita hversu margir vilja taka þátt í verkefninu, þessu fyrsta fundi okkar og til þess að gera okkur grein fyrir svona umfanginu. Nú, á þessum fundi þá erum við að fara í hugmyndavinnu og mörg ykkar eru örugglega með tækifæri til þess að stofna fyrirtæki og samvinnufyrirtæki, önnur ykkar eru ekki með hugmynd. Bara að taka þátt í verkefninu, hvort séu þau með hugmynd eða ekki og láta reyna hvort það sé ekki einhver tækifæri þarna til staðar. Við munum væntanlega gera þannig að þið þurfum að sækja að taka þátt í þessari vinnu sem þá 15. nóvember og væntanlega umsóknarfrestur til þess einhvern tímann í annarri viku í þeim mánuði. Nú, ég líka benda ykkur á það að þessi fundur tekin upp og mun vera settur inn á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, væntanlega líka hjá Bifröst og jafnvel fleiri aðilum, þannig að þið getum þá nálgast upplýsingarnar betur og skoða þetta betur heima hjá ykkur. Við munum jafnframt gera námið dálítið svona gagnvirkt, ef maður getur orðað það, þar að segja við munum taka upp fyrirlestra sem verða á námskeiðunum, þannig að þið getur skoða þá líka heima fyrir og þannig að geta ykkur svona auðveldara. Hluta til gæti þetta hugsanlega verið einhvers konar fjarnám, ég þori ekki alveg að móta það, en hugsanlega getur verið svoleiðis útfærsla. Við erum auðvitað að móta nýjan vettvang og þau ykkar sem tekið þátt í þessu vettvangi eru auðvitað svona hugmyndas aðilar að kannski nýju útfærslu og annað þvílíkt og hjálpa okkur til þess að gera þetta gott, til þess að skapa ykkur tækifæri. Nú, þau ykkar sem ekki skráðu ykkur á þennan fund og vilji vera á póstlista hjá okkur til þess að vita næstu skref, að þá í afgreiðslunni eyðublöð, eða ekki eyðublöð, það eru svona blokkir til þess að skrá nöfn og netföng. Þannig að ég bara hvet ykkur endilega að ef þið hafið ekki sótt fundinn að gera það áður en þið farið út. Nú, ég veit ekki hvað ég á að segja meira. Auðvitað fjármögnun og öll umgjörð verkefni sem fer auðvitað dálítið eftir í hver þáttakan verður og hvers eðli fyrirtækisins sem þið ætlið að stofna. Nota benið, það gert ráð fyrir 15 aðilum á samvinnufélögum og ég býst við því að það verður tiltölulega auðvelt að fá niðurfellingu á kannski þeim fjölda, en það ekki þar með sagt að þessi 15 aðilar þurfa að starfa með félaginu. Þetta bara aðilar sem eiga í félaginu, það getur verið 2 eða 3 sem starfa við félagið. Þannig að við ekki rugla því saman. Þetta kallar auðvitað á fjármagn, eins og dæmin sýna sum af þessu dæmi hafa verið eiginlega byggð út frá tiltölulega litlu fjármagni, heldur vinnuframlagi hvers og eins, þannig að byggja þetta upp hægt og sígandi og það kannski svona sígandi lukka og verðt að hafa það í huga. Nú, Sandra tók nú dálítið af spurningu frá ykkur en við skulum endilega bara opna fyrir frekari spurninga og þá munum við félagar mínir líka svara alveg eins og ég. Við erum með eina spurningu, gjör svo vel. Það er 2. Já, þú sagðir 15. nóvember tvisvar í ræðum. Ég 12. nóvember í dag mér. Það er alveg rétt. Góð spurning, 12. nóvember. Það var ekki spurning, það var það. Já. Spurningin sama og var spurn áðan. Mér bara svara ekki nógu gott. Ef við erum eitthvað hugmynd sem við viljum þá svona hjálp eða við komum 12. nóvember og áttum okkur á því að hún bara algjörlega út í það.
þetta að fá sem sagt bara viðkvæmni ráðgjafingar bara eins og fyrir 12. nóvember? Já, þið getið hringt á morgun og beðið handleiðsluviðtal og ef þið eru með einhverja hugmyndir. Ha? Og er það bara viðkvæmt daginn eftir? Nei, ég þorði ekki að lofa því sko, en það er já, ég á að vona því sko, að það sé ekki lengri í það. Kjærsvel. Og er það ekki rétt skilin á mér, varðandi samvinnufélögin, að þessi 15 aðilar sem verða að vera stofnendur, þeir bera allir sameiginlega ábyrgð, fjárhagslega ábyrgð af félaginu. Það er að segja, þú getur ekki labbað frá einhverjum milljörðum sko, og skilið það eftir í samvinnufélaginu, eins og þeir viljast geta gert í hlutafélögum. Er þetta ekki rétt skilið á mér? Það er spurt ábyrgð félagsmanna hluthafa í samvinnufélögum og Einar, getur þú kannski, ert þú ekki svona aðeins þroskaður í að svara þessu? Ég skal bara það er til tvær tegundir á samvinnufélögum. Það er til ráðlega samlög eða sameignarfélög eins og þú ert kannski að vitna í sko, eins og til dæmis hjá iðnaðarmönnum, og þau eru þannig að það er sem sagt full ábyrgð. En þessi samvinnufélög sem við höfum mest talað um hérna í dag, þau eru alveg sambærileg við hlutafélög, þannig að það er takmörkuð ábyrgð eins og í hlutafélög. Einu munurinn sá að það er ekki einn eða tveir sem eiga heldur þá fleiri. Það er mjög gott að fá þessar upplýsingar strax. Frekari spurningar, endurtek að fyrstu fundurinn 12. nóvember. Já. Væri einhver kannski með hugmynd samkeppnisrekstur sko, sem að þýðir það að félagi fer í samkeppni við rekstur sem er hérna til staðar, sem er ríkisrekstur eða einkarekstur. Setjið einhver takmark á það, því að nú eru fyrir opinbera stofnanir sem er að ýta undir, þannig að væri slíkar hugmyndir alveg dauðadæmdar frá byrjun. Það er spurt samkeppni og hvort að það sé leyfilegt að stofna sem sagt til hugmynda sem er í samkeppni við núverandi fyrirtæki og einstaklinga á markaði. Ég myndi svara því til að það er alveg leyfilegt og það er væntanlega í gegnum þetta verkefni. Hins vegar munum við væntanlega kannski benda fólki á að gera eitthvað sem er aðeins meira virði en aðrir eru að gera og auka þannig árangur á rekstri fyrirtækisins. En já, það er alveg leyfilegt. Er mögulega ekki að breyta kannski formlega skráðu hlutafélagi í samvinnufélagi? Er það eitthvað okkur í því? Er það ódýrara en það stofna? Það er spurt hvort að það sé leyfilegt að breyta félagsform úr samvinnufélagi yfir í hlutafélag? Úr hlutafélagi yfir í samvinnufélag. Ég á alveg vona á því að það er alveg leyfilegt. Það gengur í gegnum bara ákveðin ferli en það er alveg gerlegt. Mér langar að spyrja er þetta að gera fjárnám í samvinnufélagi ef eigandi er skuldugur eitthvað haus annars staðar? Spurning hvort að hægt að gera, hvort að gert sé fjárnám. Sem segja að þú eigir í samvinnufélagi og ert með ákveðna peninga í því og síðan ertu einhvers staðar með skuldabækinu eins og til þess bara íbúðalánasjóður eða eitthvað áður eða bara eitthvað landsbankanum eða hvaða banka sem er og þú ert með töluverðar eigur í samvinnufélagi þessum dæmi. Þetta er fjárnám hjá þér til dæmis í sambandi við aðra eignir. Það búið ekki eitthvað að fara inn í þetta samvinnufélag og gera fjárnám það? Það er spurning hvort það sé hægt að ganga að fólki sem á einhver eignir í samvinnufélögum eða ekki, ef það skuldar einhvers staðar annars staðar. Ég á von á því að það sé hægt, já. En ég þori ekkert að svara því neitt alveg með 100%, en ég get ekki séð annað en að það sé hægt að ganga þeim eignum eins og öðrum. Grundvöllur er það sem eru í klessu út af ákveðnu ástandi samfélagin að taka í þetta samvinnufélag og reyna að búa til eitthvað. Já, en ég get ekki svarað þessu betur en þetta.
Einhverjar frekari harðnæru spurningu? Já. Hörðu, það var hérna mjög góð spurning spurning það hvort að þessi félög sem verður stofnað á grundvelli þessara verkefnis eigi inngöngu inn í frumkvöðlasetrin okkar á Nýsköpunarmiðstöð og ég held að svarið sé bara já við því. Það vísu mjög þétt setið þar núna þessa dagana og mikil gróska en við reynum að taka vel á móti öllum frumkvöðlum, bæði samvinnufrumkvöðlum og öðrum. Þannig að við vissulega myndum reyna að koma á móts við þær þarfir. Já, við erum með setur víða, við erum með setur niðri í Kvosinni, í húsnæði Íslandsbanka, við Lækjargötu, við erum með setur í Hafnarfirði, við erum með mjög sérhæft setur á sviði lækninga og lækningatækja í Sunduhöfn og við erum með frumkvöðlasetur inni hjá okkur líka. Þannig að við erum með setur víða og síðan komum við aðeins að þessu setri sjávarklassans sem bent var á og það var spurt hvort að það myndi lokast einhverja dyr hvað þetta varðandi umsóknarfrest sem ég veit ekki alveg hver en ég get hins vegar nokkveginn fullvissað það að við tökum alltaf á móti umsóknum inn í setrinu okkar og metum hverja umsókn út af fyrir sig og þannig að við myndum taka vel á móti öllum umsóknum frá svona verkefni. Frekar spurningar? Það finnst vera, ég skil þetta að verið með það síðu 15 aðeinar í hóknum sem vinna saman að koma að vinna á okkur verkefni. Leyfilegt að leita út fyrir þennan hóp, til dæmis að kannski þeir 3 aðilar leita samstarfsaðilum í þjóðfélaginu sem var þá stakeholder í þetta verkefni og ætti þá kannski fjármagn. Leyfilegt að stilla verkefninu þannig? Já, spurt hvort að sé hægt að leita út fyrir hóp vantanlega þá sem eru á atvinnuleysisskrá og taka þátt í þessu verkefni. Svarið já. Við getum, það alveg leyfilegt að aðilar sem eru í verkefninu geta leita til annara aðila, starfandi aðila út á markaðnum, vin og vandamenni svo oft kallaða og fengi þá til þess að vera aðila að rekstrinum. Það leiðilegt að séu frá þeir 3 þetta verkefni og sem á eins og leita. Spurðu hvort það sé leiðilegt að vera 2-3 inn í verkefninu og fá aðra utkomandi aðila til þess að vera aðilar að fyrirtækinu. Svarið já. Þannig að þetta ennþá sem þetta opið fyrir skráningu. Það ekki bara þeir sem að sitja hérna í dag sem að mega taka þátt í þessu, það mega geta aðrir verskið. Já, endilega og bara láti orðið ganga eins og sagt en ég sýnst þetta ansi öflugur og flottur hópur sem komin hér þannig að ef að svo var ekki nema helmingu ykkar sem myndi hitt okkur 12. nóvember þá það alveg frábært en það opið. Og kannski bara enn aftur að fylgjast með heimasíðunni hjá okkur tilkynningar og skrá ykkur þannig að þið fá alla tilkynningar verkefnið jafnóðum við senda það út. Er þetta einungis fyrir þá sem eru atvinnuleysisskrá? Þetta verkefni eingöngu fyrir þá sem eru atvinnuleysisskrá. Spurt hvort þetta sé eingöngu fyrir þá sem eru atvinnuleysisskrá? Já, þetta eingöngu fyrir þá. Það ekki opið fyrir aðra? Já, það opið fyrir aðra að því leiti til að aðilar sem eru
að vinna að einhver hugmynd, 2-3 aðal úr sem eru atvinnuleysisskrá, þeir geta fengið síðan utanaðkomandi aðalar með sér inn í félagið. Já, það spurt verkskiptingu innan samvinnufélaga og hvort að það sé einhverja reglu hvað það varðar. Í sjálfu sér held ég að það sé engan aðra reglur en bara gengur að gerist í atvinnurekstur út af fyrir sig. Félögin móta með sér eitthvað skipulag og deila með sér verkefnum og svo framvegis. Það vaknaði spurning varðandi það ef ég er einhver hugmynd og þið vita einhver sem er líka hugmynd eða ég á þetta hugmynd, hvort að þið sinnið þá einhver svona miðlum, að þið séu miðla saman fólki fyrir einhvern þátttakendum sé alltaf að leita. Já, það spurt hvort að við miðlum kannski hugmyndum milli manna sem eru með sambærilega hugmyndir. Ekki? Við séum að leiða saman fólk. Já, við séum að leiða saman fólk sem er með sambærilega hugmyndir, eða ekki? Það er spurningin. Sko, við gerum það að ákveðnu marki með leyfi þeirra sem ræðir. Hugmyndir getur nú verið alltaf svona bats hvers og eins. Þannig það alltaf varhugavert að fara varlega hvað þetta varðar. En vissulega, meðal annars erum við að kalla ykkur saman hérna á þeirra fund til þess að hafa svona sambræðing. Þannig að hérna vonandi næst bara gott flæði á þeim fundi og einhverja samkennd góðar hugmyndir. Hvernig er það nú fyrir fólk að fara af atvinnuleysisbótum og yfir á félagsbætur eða eitthvað í náleguna? Hafa þeir sem eru á félagsbótar Nú skortir mig þekkingu. Það verður búið áfrið. Hvað er spurning? Já, hvað er ekki sér og hún endur tekur spurningana. Ég að segja að nú væntanlega það að fólk sem atvinnulaust að það fyrir að fara á félagsbætur eða aðra dýrningabætur og hafa kannski aldrei að því það námsmenn sem komið á atvinnuleysisbætur þannig að það beint á félagsbætur hafa þeir rétt til að fara á félagsbætur. Það er náttúrulega við og sveitarfélaga en það fólkið atvinnulaust. Já, sko, það er spurt það hvort að fólk sem er að njóta annarra framfærslutryggingar heldur en atvinnuleysistrygginga, hvort að það hefði rétt á að taka þátt í námskeiðinu þá væntanlega. Nei, það er ekki hugsað þannig. Það er alveg, sko, við erum að miða þetta við, þáttaka Vinnumálastofnunar miðast að því að skapa þetta tækifæri fyrir þá sem eru að fá greiddar atvinnuleysisbætur. Já, það er hins vegar góð spurning. Það er þannig því miður haga svo til að það eru mjög margir sem eru að ljúka sínum bótarétti eða hann er að, kannski maður sér fyrir endan á því án þess að fá starf með hefðbundnum hætti. En þetta verkefni mun að öll líkindum vera getur orðið framlenging á þeim tíma. Það eru sem sagt úrræði núna í gangi sem að var verið að bjóða fólki á sérstöku fyrirkomulagi í vor. Vinnu inn í fyrirtækjum sem er þá niðurgreidd með bótum og það má segja að það sem er þannig ef einstaklingur sem er á 2 mánuði eftir á sínu bótatímabili þá getur verið að honum standi þessi 12 mánuðir til boða þrátt fyrir það. Hún var svo sko hvort að þeir sem eru raunverulega að verða búnir með sinn bótarétt getur verið bara stuttu tími í það, ég vil bara núna áramótin, hvað verður þá ef að þeir hafa áhuga að taka þátt í þessu verkefni. Og við erum raunverulega að segja að það er möguleikin sem sagt sá að geta framlengt þá þennan tíma sem því nemur sem þáttakan í verkefninu er. Ég er svona aðeins að lofa upp í erminn á mér með þetta en ég átti vona að þessi spurning gæti komið en að því það er svo mikil umræði akkurat þessa dagana og það hvernig að þessu fyrirkomulagi verður hagað og eiga sér stað mikla viðræður það núna vegna þess að fólki öllum samfélaginu óar fyrir því að það sé hægt að raunverulega kippa bara fótunum undan þeim sem hafa ekki fengið vinnu allan hennar tíma
sig svona, en það verður þá eitthvað svona fyrirkomulag sem að ykkur verður nánar kynnt sem eruð í þessari stöðu. Sagt hérna áðan að miðað verið við að 3 viðskiptaáætlanir eru samþykktar getur mér og við kannski 15 öðrum innanborð hver. Nú sýnist manni það að vera voðalega þröngur hópur. Er þetta hugsað þannig að aðrir séu líka hvattir til þess að reyna að þróa áfram samvinnufélög? Frá því hvort að þeir njóti þess að sérstaklega styrktar sem þessi útvöldu fá? Já, ég hef nú ekki skilið þannig að við setjum eitt markið við 3. Við teldum mjög gott ef það væri hægt að koma 3. Ef það eru fleiri þá það bara ennþá betra. Og það er kannski gott að undirstrika það að samvinnufélag hefur þetta form að það þurfa að vera tiltekinn fjöldi félagsmanna en þeir þurfa ekki endilega allir að hafa fasta vinnu eða við félagið. Það getur kannski bara veitt einhverjum 2-3 starf þó svo að félagsmennindi séu 15 og allra best það náttúrulega að það séu þið sem fáið starfið en ekki einhver sem ekki atvinnulaus en bara skiptir starf við það að komast inn í tilgangurinn auðvitað sá að búa til vinnu fyrir þá sem eru í atvinnuleit og hafa ekki vinnu. Og ég spyrja þig, þar að ég hef í þetta, sko þeir sem detta út af atvinnuleysisbótunum. Já, þeir sem að ljúka atvinnuleysisbótaréttinum, réttindunum. Falla þeir líka út af talningunni yfir atvinnuleysi? Það fer eftir, þeir eru náttúrulega ekki á skrá. Já, þetta kannski, já, en þeir koma fram í talningu Hagstofunnar. Já, þetta var svolítið úr annarri átt. Já, ein spurning hérna. Svarið þetta á hann var mjög loðið. Mjög loðið, já. Sem þetta er út á atvinnuleysisbótunum áramótin. Já. Og það er búið að skrá sig inn á þetta úrræði. Já. Hvað þá? Ég var að segja að það. Já. Og þá koma mjög góðar fréttir í útvarpinu framhaldið sem maður sagði að þá minnkar atvinnuleysi rosalega því þá er fjöldinn allur doppinn frá atvinnuleysisbótum. Já. Er þá ekki alveg hægt að koma með réttlátan og sannan fréttaflutning og hætta að bulla í okkur? Nei, upplýsingar þær koma frá Vinnumálastofnun og þær koma frá Hagstofunni. Nei, já, sko, já, við erum nú komin svolítið út fyrir efni núna. Já, ég get sagt bara aftur það sem var að fyrsta liðin í spurningunni hjá þeir varandi þá sem eru að ljúka að þá eru, ég myndi segja mikla líkur á því að þessi tími, hann standi þeim til boða sem hafa áhuga á því að taka þátt í verkefninu. Hvernig verður okkur tekið það sem verður af atvinnuleysisbótum áramótin? Og eru þáttakendur í þessu verkefni? Þið fáið bara upplýsingar það í tengslu við verkefnið. Er það örugt? Já, auðvitað er alveg örugt. En já, ef við skulum fara að segja svona, fara kannski að ljúka þessu, hérna er ein spurning. Það langar að fá áreitingu á sambandi þá sem eiga þetta út áramót. Já. Þeir sem eiga 6-10 mánuði ónýttar eða eiga þá eftir eða þeir fá ekki vinnu fara því út þegar það verður ráðherra kom í fjölmiðla á síðastæði og sagði að við erum ekki 4 ár og það því. Já, það er sem sagt, hún spurði bótatímabilið sem er sem sagt 3 ár en var lengt í 4 með sérstöku bráðabirgðaákvæði sem er að renna út, hvort að því verið framlengt, það er ekki búið að ákveða, það er verið að ræða það akkurat þessa dagana. Það er sú staðreyndin. Karl? Já, ég held að það sé komið farasni á marga hérna. Ég bara hveti ykkur sem eiga eftir að fá einhver svör. Þá erum við öll þannig að bara nálgast okkur og ræða málin. Ég held ég við bara segja þessu slitið, er það ekki ásættanlegt? Já, takk fyrir.